Svona frá þínu sjónarhorni, hvernig fannst þér þessi leikur? Við vorum náttúrulega engan veginn nægilega góð, sérstaklega varnarlega. Og við vorum bara mjúkir á þeim enda, nánast alla leið. Við náum upp ykkur 2-3 mínútum í hvorum hálfleik, sem engan veginn nægilega gott og gegn svona góðu liðum sem Stjörnunni og við vorum líka bara einhvern veginn mislaðar hendur allan leikinn. Ég meina, hittum illa og svona, ég veit ekki, eins og sé, mislaðar hendur og svona klaufalegir, sérstaklega sóknarlega og svo alltaf bara sama gamla góða sagan. Við erum bara náum ekki, skilur, að fylgja skipulagi, sérstaklega varnarlega og erum að beila á út bara það eftir annað og með röngum og vitleysum ákvörðunartökum og þannig að eins og sé, mót svona góðu lið, þá eigum við bara ekki séns í svona liðum sem Stjörnuna. Þarna í 4. sæti, þið eruð stórt próf hérna í kvöld, fjalluð á því og skiljið eftir 4. sætið svolítið opið núna. Nú fara liðana í hælana á það. Hversu mikilvægt hefði það verið að ná sigrinum? Já, bara, mér svo sem sæti, 4., 5., 7. sæti, ég meina fyrsta umferð verður bara eins og þetta búið að spilast í vetur, þá verður þetta bara 50-50, 1 og 8 er kannski pottþétt. En skilur alveg saman hvað það er, það eru 2 körfur, 1 bolti, 5 í körfu lið og allt það. Við erum svo smekkt að spá í því, það er bara frammistaðan nr. 1, 2 og 3 sem er einfaldlega bara slök og aftur á móti þessum topp 3 liðum. Þá erum við bara, eins og þú segir, bara að falla bara á prófinu og sko ekki eins og með 4,9 heldur við slefum í 1-2 sko. Náið samt flottur rönni þarna í 3. leikluta þegar þeir virðast alltaf að fara að stinga eitthvað til þess að byggja hún á, væntanlega. Klárlega sko, og eins og ég sagði einhvers staðar hérna áðan, mínir menn fá alveg hrós fyrir, sko það er alltaf sko effort, kraftur og allt það, en við náum einhvern veginn aldrei að svona finna þessa gildu línu með því að svona effort fókus og við förum alltaf einhvern veginn, eins og ég segi, trekk í trekk og erum við varnarlega að bara beila það út. Við náum ekki að halda skipulagi og það er að fella okkur og það er það sem að pirra mig alveg afskaplega mikið. Ræðan hinn eftir leik með þína menn, hvernig verður hún? Við þurfum bara að sýna kjark og við þurfum að sýna dug og við þurfum að bara standa í lappirnar þegar á reynir. Og móti þessum liðum, sko ef við ætlum okkur eitthvað, ef að menn ætla sér bara í frí bara hérna í miðjan mars, þá er það bara þannig, en við erum búin að tala um því allan veitur að taka þetta upp á svona næsta level og svona allavega að keppa af þessi lið, skiljum við. En þetta er einhvern veginn, við bara trekk í trekk og erum við bara slagir og erum ekki að halda skipulega. Ég var eins og sagði hérna áðan, ég væri til í að sjá myndi spila eftir því sem við erum að leggja upp og svona og hvað við förum langt á því, skiljum við, því það hefur ekki í allan veitur, ekki náð því, en eins og ég er náttúrulega málaskartan ekki náð það, ég get ekkert heimsendur. Takk fyrir þetta. Það pirrar mig. Já, það er þig. Takk fyrir þetta.